Já, velkomin að rauðaborðinu á samstöðinni á miðvikudagskvöldi. Hér eftir rauðaborðið verður þáttur í seríunni Fótboltasögur fyrir svefnin. Þá segir Stefán Pálsson, Ólafi Bjarna Hákonarsinni, einhverja sögur úr fótboltaheiminum sem oft tengjast pólitík. Í kvöld ætlar að fjalla fótbolta og feðraveldið, átökin kvennaboltan. Hvernig það tókst að tróða kvennafótbolta í gegnum feðraveldið sem inn í FIFA og reyndar kannski í öllum knattspyrnu samtökum heimsins. Ég aftar í rauðaborðinu þegar ég búin að fara yfir fréttir dagsins við ætlum helgana þátt eiginlega Breiðholtinu. Þá koma til mín 3 ungar konur, dýrfína Benita Basalan, sem var að opna sýningu í listasafni Reykjavíkur sem einmitt fjallar Breiðholtið. En hingað koma líka Melanie Ubaldo og Sanna Magdalena Mörtudóttir. Melanie, hún myndlistarkona líka og Sanna pólitíkus. Þær ólust allar upp í Breiðholti og ég ætla að ræða við þær Breiðholtið, hvað það er. Það ólust líka allar upp í fátækt, þannig ég reikna með við tölum fátækt og við tölum líka brúna Íslendinga og fordóma, hvernig kerfið upp í Breiðholti og í borginni tekur á slíkum málum, tekur á fátækt og öðru slíku, hvað Breiðholtið er, hvort það sé slömm eða gott samfélag, hvort það sé fordómar gagnvart Breiðholtinu og hvað það er. Því að mig grunna það að þær gangi allar með Breiðholtið eiginlega með sér, það eru fluttar úr Breiðholtinu, hvað það er að hafa Breiðholt innra með sér. Ég reikna með áhugaverðu spjalli við 3 snjallar konur hér á eftir. En við byrjum á fréttum dagsins. Í fréttum það náttúrulega helst kannski að Birna hætti sem bankastjóri í morgun eða í nótt. Fréttatilkynningin kom einhvers staðar milli 3 og 4 í nótt og hún fær feitan starfslokasamning sem að ekki verður fjallað fyrir en í næsta uppgjöri. Þarna brosaðu Birna og Finnur Árnason, hann formaður stjórnar bankans, en kannski ætti myndin að líta svona út með þessari frétt. Við vorum með aðra mynd sem að koma. Já, kannski ættum við að fá hann á skjáinn. Já, þetta er kannski þetta sem þau eru að segja, að þið eigið 44% í bankanum, en ykkur kemur ekki við hvernig við göngum frá starfslokasamningunum við Birnu. En hvað ætli þetta Íslandsbankamál sé, og ég held að það sé ágætt að kannski fara yfir það núna, af því að hvernig stóð á öllum sem látum þarna inni í bankanum og hvernig var staðið að þessu, okkur voru allir ekki allir, það voru margir starfsmenn sem voru að reyna að tróða sér hann inn í röðina þótt þið væri ekki svo kallaði fagfjárfestar, okkur voru menn að hringja í vini sína og að selja þeim, og okkur var þetta partí sem að var þarna, það var svo væri allir með bara kampavín að skjóta upp töppum og skála. Ástæðan var náttúrulega svo að það var verið að selja almannaeigur á undirverði. Það þeir sem að náðu að kaupa voru eiginlega að fá ókeypis peninga. Ef þú kaupir eitthvað sem kostar 100 kall en ferð að kaupa það á 80 kall, þá ertu náttúrulega að fá gefins 20 krónur. Og það var eiginlega ástæðan fyrir þessum rosalegu látum sem að voru þarna. Það var verið að gefa út peninga. Og þannig áttu að vera, og líklega hefðu við bara ekkert frétt af því, nema að listin var birtur, að það var krafa það að fá að sjá hverju voru á listanum, og ég með gamla frétt sem ekki frétt dagsins af því þegar listin birtur. Það frétt af því, og þegar að kom í ljós hverju það voru sem voru á listanum, að þá raus almenningi hugur, því að þarna voru margir af stórleikurum bólunar fyrir hrun, þannig voru bara hellinga fólki sem að almenningu vildi bara síst af öllu að myndu eignast banka, menn sem hefði jafnvel átt banka áður og rekið á í þrot, þannig að bankarnir hrundu yfir íslensku þjóðina og þess vegna fór almenningur út og mótmælti. Og þá það spurningin, á hverju ætli almenningur hafi verið svona reiður yfir því að það var verið að gefa þessum mönnum sem að birtust þarna á listanum þessa banka.
Við vorum hér á í Rauðaborði með umræður Íslandsbankamálið hér fyrir vikunni þar sem að Þorvaldur Gylfason var meðal annars einn gestanna og hann sagði þetta. Sko, akkillesarhæll bankakerfisins hér heima þessi. Afskriftir eru leynilegar. Þeir sem geta lána vinum sínum eins og þeim sýnist og afskrifa lánin, þannig að það er ógerningur að komast að þessu. Og ég veit þetta vegna þess að ég lét rannsaka þetta árið að gefnu tilefni og fremstu endurskoðendur landsins sögðu mér, því miður það er ekki hægt að ganga úr skugga afskriftir því að þær eru leynilegar. Og þá sjáu þið hvers vegna óheiðarlegt fólk sækir svona grimt eftir því að eignast banka og hafa umráði yfir bönkum. Þetta þýðir raunverulega að þeir sem að stjórna bönkum geta gefið peninga. Nákvæmlega. Þannig var að það skiptir náttúrulega máli hverju bankan og almenningur veit það náttúrulega, en hugmyndi var náttúrulega að koma bönkunum í hendur á ykkur sem ætluðu að nota bankana, af því að á bakvið er svona hugmyndum það að eigur almennings og allur auður eigi að vera í höndunum á þeirra sem geti nýtt það sér til hagsbóta og þannig byggist upp gott samfélag. Og það er þess vegna sem að Jón Gunnar í bankasýslunni er ennþá haldið fram, jáfnvel í dag, að þetta hafi verið farsælt útboð, vel lukkað. Við erum með myndir af þeirri fréttu, þannig eru þeir. Þetta stuðar held í almenning að sjá þessa tvo, alltaf skellihægjandi og alltaf haldaði fram að þetta hafi verið vel lukkað. Þegar almenningur að lesa hvers slags hörmungarferli þetta allt saman var, hvers slags svífir þetta var. Og rökin sem að Jón Gunnar notar af hverju þetta var svona vel lukkað var það að eftir útboðið að þá hækkaði verðið sem hann vil segja að sýni að hann hafi valið rétt verð. Það hefur verið rétt magn sem fór út því að eftir að kaupin voru garð gengin þá lyftist bréfin. Þannig að hægt að vera sú að ef þú lætur of mikið út á of háu verði þá dunki bréfið á eftir. Þetta er náttúrulega eitthvað svona kauphallarspeki en þetta þýðir náttúrulega það sama og ég var að benda á hérna áður að verði sem að bréfin voru selda á var allt of lágt. Þess vegna hækkaði það svona mikið. Og þeir segja líka að engin mistök hafi verið gerð þeir í bankasýslunni. Sem er náttúrulega mjög furðulegt því að við erum í fyrra fengum við skýrslu ríkisendurskoðunar sem að sýndi fram á að eiginlega allt sem að bankasýslan gerði var kaotískt, illa hugsað, illa grundað, illa undirbúið. Jón Gunnar var á veitingahúsum að borða og drekka. Það var svo háir reikningarnir að það er alveg ótrúlega dýrt að bjóða þessu manni í kvöldmatt. Mér sýndist á reikningunum þarna að hann var að drekka kannski fyrir svona 60.000 kall bara með matnum. Því það er ekki hægt að borða fyrir svona háar uppæður, þú eru að drekka ansi mikið til að ná reikningunum svona upp. En þá eftir að koma meira fram því að það er ennþá verið að rannsaka aðra söluaðila og við erum með mynd að frétta því, það sem eru aðri söluaðilar og það mun koma fram eitthvað annað og það er það sem að kannski eru menn að velta fyrir sig núna hvernig stendur á því að þessi áfangi sem er bara Íslandsbanka á hverju hann er að koma út núna en ekki allir söluaðilarnir í einu eitthvað slíkt og þannig að það er ekki alveg vitað, þetta mál kemur svolítið í bútum. Ég ætla að sýna ykkur hérna mynd sem að kannski mörg ykkur hafi séð. Þetta er mynd sem að var að því þegar að Íslandsbanka salan, þessu fyrra útboðið, var valið sem viðskipti ársins. Hann er Jón Gunnar úr bankasýslunni og Birna úr Íslandsbanka og Bjarni úr fjármálaráðuneytinu. Þegar ríkisendurskoðun var búin með sína skýrslu þá var okkur tilkynnt að Jón Gunnar og bankasýslan að væri lögð af og svo fengum við næstu skýrslu og það var fjármálaeftirlitið og það enda með því að við fengum hann á mánudegi snemma mánudagsmorguns og aðfaranótt miðvikudagsins var Birna hætt þannig að en síðan heldur þetta mál áfram, þá náttúrulega þrengist að þessu manni þarna sem er lengst til hægri, en svo virðist sem að allt afl stjórnvalda og ríkisstjórnarinn fari í það að venda Bjarna Benediktssonar. Og það er svona komin, ég held að við eigum eina myndi viðbót á honum, hann er komin. King Bjarni kallaði ungir sjálfstæðismennan,
kalla hann svona sem höfðingi, hann þá sem að getur farið sínu fram á þess að þurfa að vera með standa ykkur reikniskil hjá öðrum. En það er eitt vandi sem í þessu máli sem að ég var svona að tala við menn í dag og það var einn sem var með mikla reynslu innan úr kerfinu sem að sagði að eitthvað þessa leið til þess að landið sé í lagi þurfa embættismenn og ráðherrar að vera í lagi sem kemur til dæmis fram í því að geta viðurkennt mistök því eftir höfðinu dansa limirnir. Og þetta sýnir svolítið það hversu alvarlega menn líta á það allar þessar spillingu sem kemur fram í Íslandsbanka sölumálinu að hversu alvarlegt það að það er eins og við getum ekki læknast sem samfélag á með við höfum þetta og höfum í huga að yfir fjármálaeftirlitinu í dag er fyrirvændi hagfræðingur Kaupþingsbanka og margir að bankamenn eru að störfum út allt bankakerfið, það hefur raunverulega lítið breyst, það eru mikið til sömu persónunar sem eru að þessu. En Íslandsbankamáli er algjört eitur fyrir ríkisstjórnina, það sem að gerist fyrir rúmu ári síðan þegar að listanir eru birtir að þá fellur niður traust á ríkisstjórninni og dunkar niður. Og það hefur verið eiginlega fjara undan því. Það var ný könnun sem var birt í dag sem að segir aðeins 18% finnst ríkisstjórnin standa sig vel. Það er eiginlega fyrir neðan frostmark. Við getum ekki að dæmi að þegar Nixon flaug í flugvélinni sinni frá Hvíta húsinu, þá voru 22% bandaríkjamanna sem að töldu hann standa sig vel. En það er 80% sem telja að þessi ríkisstjórn standi sig vel. Og þegar að ríkisstjórnin er svona veik, að þá er mjög erfitt fyrir hann að bregðast við. Hún er alltaf að reyna sína styrk, en hún er veik og hún hefur kannski ekki þrekið til þess að taka á sig ykkur áföll eins og að viðurkenna ykkur mistök. Og þess vegna er allt upp í loft þarna og hver hendin upp á móti annari og erfitt að sjá hvernig hún ætlar að vinna sig. En verkefnin blasa við, það voru nokkra fréttir í dag sem að bentu til þess. Það var til dæmis kom frétt af því, já, ég ætla að skjóta þessu inn. Það er það sem hefur verið að telja til eitthvað gott að Katrín Jakobsdóttir, hún reynir að benda á því jákvæða og segir það að það hefur ekkert breyst. Við erum í sama svona drullu makarínu og við vorum fyrir hrun en munurinn núna er svo að skýrsla eins og fjármálaeftirlitið var að birta á mánudaginn að hún verið birt í dag sem hefði ekki verið fyrir hrun. Þannig að það hefur ekkert breyst en við fáum annars lagið rétt aðeins að kíkja inn og sjá hversu slæmt þetta er. En það sem ég ætla að segja, það skiptir máli að ríkisstjórnin svona nái saman ef við höfum stjórnvöld sem að ræður við að taka á stóru verkefnum og það voru nokkra fréttir það í dag. Það er þriðjungi fleiri sem að þurfa fjárhagsaðstoð sveitarfélagina að halda frá árinu 2021 til 2022 það er í fyrra og það eru enn fleiri á þessu ári. Og þegar það fjölgar þriðjung, það er rosalega mikið vegna þess að þeir sem að þurfa fjárhagsaðstoð sveitarfélagina að halda og fá hana, það er fólk sem er í allar bjargir bannaðar. Það er fólki sem er fallið út af atvinnuleysisbótum, sem er með ómegð þannig að lífeyririnn dugar ekki fyrir framfærslu. Það er fólk sem stendur, það er bara ótrúlega fátækt fólk sem er þar. Og þegar þeim fjölgar þriðjung á milli ára, þá er eitthvað alvarlegt að gerast. Og þegar maður rýnir í töluna þá sér maður að það hafa verið þarna einstæðingar og einstæði foreldrar sem eru þarna, en núna sjáum við að það sé fleira af sambýlisfólki, að fjölskyldu það sem eru 2 fyrirvinnur sem eru að koma inn á lista sem að ná ekki endur saman. Annað sem kom það er verðbólgan, það var reynt að kynna okkur það í dag og sem er eiginlega rannsóknarefnið var að kynna okkur það að verðbólgan var að lækka sem að er ekki alveg satt. Málið er það að verðbólgan síðustu 12 mánuði, hún er lægri núna en hún var í fyrra mánuði. Það er vegna þess að það var að detta út í júní í fyrra þar sem var svona verðbólguskot og hún hækkaði mjög mikið. Það mælist ekki lengur inn í núna og það er minni verðbólga núna í júní heldur en var í júní fyrir ári síðan. Hins vegar er meiri verðbólga núna í júní heldur en var í maí og ástæðan fyrir því að verðbólga síðustu 12 mánuði lækkar er að þessi mikla verðbólga síðastlið sumar er ekki lengur inn í mælingunni. Þannig að verðbólgan er alls ekki að lækka og það er fáránlegt að stilla málunum þannig að verðbólga sé að lækka. Við reyndum að stilla þessu upp þannig og mæla þá verðbólgur hraða. Það er rúmlega 10% verðbólgur hraði núna og það er meiri verðbólga núna í júní heldur en var í maí. Þannig að verðbólga er að aukast. En síðan er svona ein mynd sem að mér langar að sýna ykkur sem að er af sendi. Þetta
Þetta svona mynd dagsins eiginlega. Þetta lokun sendiráðsins í Moskvu og svolítið svona dæmi aðgerðir ríkisstjórnarinnar sem veik, að hún grípur til þess að loka þessu sendiráði að flestra mati vegna þess að utanríkisráðherra fannst að standa illa í deilum í þinginu hvort þetta að vera tollfrjáls innflutningur á úkraínskum kjúklingum. Það var gripið til þess ráðs og þarna eiginlega íslenska utanríkisþjónustan með 4 töskur. Árni Þór fyrrverandi VG-liði á leiðinni heim og búið að loka sendiráðinu í Moskvu. Þannig að við tekum þetta svona dæmi úr þessi. En frétt dagsins var náttúrulega það að Jakub Polkovski, kallaður Kubo, misti húsnæði sitt í Reykjanesbæ. Ríkisútvarpið var með fréttir af því í gær og það hefur verið mikið fjallað þetta, þannig að það gekk fram á fólki. Þetta hús sem metið held ég á 57 milljónir og var selt á 3 ár. Það var eiginlega stólið af þessari fjölskyldu og þessum manni. Margir verið að tjásu þetta í dag og lýsa við hneykslan hvernig þetta vindu ofan að þessu. En það eitt sem að mætti gera. Það mætti breyta lögum á Íslandi og bara laga bálkonum í stjórnarskránni. Því að málið á Íslandi þá eignarrétturinn algjörlega heilagur. Það eiginlega einu mannréttindi sem eru venduð út í óendanlega og í þessu tilfelli verið að venda eignarrétt þeirra sem eiga skuldirnar sem að eru fasteignagjöld og einhver svona smáræðisgjöld að það má knýja mannin í uppboð, að taka húsið af honum í uppboði, selja það á rakvirði af því að þetta heilagur réttur. Réttur hans til að eiga heimili, til þess að verja sig fyrir freklegu yfirgangi yfirvaldsins og einhverju svona hlutum, að það lítil vernd í því í Íslandi og það er bara erfitt að sjá hvernig menn alltaf bakka ofan að þessu. Mér heyrðist að menn í Reykjanesbæ vera að velta því fyrir sér hvort það verið að kaupa húsnæðið af manninum sem að keypti þetta upp á því og koma því einhvern veginn í hendunar þannig að fjölskyldan geti búið þarna áfram. Það kom nýr bankastjóri í nótt í skjóli nætur. Hann heitir Jón Guðni Ómarsson og fæst ykkar vita hver hann er. Hann búinn að vera að vinna í banka lengi og það þýðir að hann var að vinna í Glitni banka sem forveri í Íslandsbanka fyrir hrun og ég ætla að spila fyrir ykkur upptöku úr Landsdómi frá 2012 þar sem að hann kemur fram. Þetta svona réttardrama hérna við rauðaborðið. Það byrjaði að hann að kynna sig og það eru lögfræðingar að tala og svo byrjaði hann að segja svona sögu, hann aðeins svona spurður. Þetta verið að tala flókna snúninga í bankaheiminum. Þetta frá þeim tíma að Glitnir var að fara á hausinn. Það var eiginlega alveg frá svona 2007 sem að þessi bankar voru að falla og þeir reyndu ævintýralega tilraunir til þess að finna sér einhvers staðar pening og Jón Guðni að lýsa því hvernig þeir fengu Lehman bræður til þess að búa til einhverja skuldabréfa vafninga sem að Glitnir gæti síðan farið með í evrópska seðlabanka til þess að ná þar út peningu til þess að redda einhverju fyrir horn. Skulum hlusta á þetta og því að ég var búin að segja hérna áður að þegar þú breytir engu þá breytist ekki neitt og þegar það eru sömu aðilarnir settir yfir bankan okkar þá verða bankanir okkar alveg eins og það það sem að skýrsla fjármálaeftirlitsins sýndi að það hefur ekkert breyst í íslensku bankunum og það mun ekkert breytast þegar Jón Guðni tekur við af Birnu. Ég hvet ykkur til að hlusta á þetta. Þegar það búið að þá förum við upp í Breiðholt og tölum fátækt, slömm og gott samfélag innflytjenda. Þið biðja vitnum að byrja með því að gera grein fyrir nafni sínu, kennitölu og heimilisfangi. Já, Jón Guðni Ómarsson, 020576 4809, Smáraflöt 12 í Garðabæ. Áður en spurninga verða lagða fyrir þið bent á að þú komið fyrir landsdóm til að gefa vitnaskýrslu í máli sem Alþingi hefur höfðað á hendur Geir Hilmari Haarde. Það brýnt fyrir þér að þér skylt að svara spurningum sakarefnið, stýra satt og rétt frá og draga ekkert undan. Það verður einnig að brýna fyrir þér að rangu framburður fyrir dómi varða refsingu. Þú verður auk þessa að vera því viðbúin ef þess þið krafist að þú staðfesti framburðinn með eið eða drengskaparheiti þegar þú er lokið við að gefa skýrslu. Skýrslutökunni verður hagað þannig að verjandi mun leggja spurninga fyrir þið fyrst, því næst saksóknari og að endingu dómurinn ef eru til. Verjandi gjör svo vel. Já, takk fyrir. Kannski fyrst þú getur gert okkur grein fyrir svona stöðinu og helstu verkefni sem þú sinntir innan Glitnis á árinu 2008. Já, ég er hérna starfa innan fjárstýringar
flutti mig þangað sem yfir svona fyrirhluta árs 2008 og þá sem sérstaklega taka þátt í svona nýjum fjármögnunarverkefnum og það sem var horft sérstaklega þar var sem að nýta eignir bankans til að afla fjár og með ýmsum leiðum. Getur þú kannski gert okkur stuttlega grein fyrir svona helstu aðgerðum sem að Glitnir stóð í til þess að selja eignir og eftir atvikum þá skyldar ráðstafanir? Já, það sem það reyndi að byrjaði 2007, þá sem nýttum við svo kallega TRS-samninga til þess að fjármagna útlánasöfn, sérstaklega sambankalán, erlend sambankalán og gengur sem dansi langt í því strax 2007 haustið. 2008 hins vegar, þá náttúrulega sáum fram á að þurftum að beita ykkur með öðrum aðferðum og þá var leituðum við til erlendra banka með ráðgjöf varðandi það og það var helst Lehman bankinn sem var ennþá starfandi á þeim tíma og þeir komu með þessa tillögu að yrði nýtt hluta af eignum bankans til að setja í svokölluð SPV sem eru svona sérstök hlutafélög til að halda utan eignir og nýta það sem til að búa til skuldabréf sem væri hægt að nota í veðlánum við Evrópska seðlabankann. Og þetta er hugmynd sem kom frá Lehman bankanum á þeim tíma. Við leituðum tilboða frá öðrum bönkum líka í þessa vinnu en þeir voru þeir sem við völdum til að vinna með okkur og þetta var byggt á því sem þau hefur verið að gera sjálfur fyrir eigin reikning, spænska bankan sérstaklega, írska líka og þetta er eitthvað sem við erum notað mjög víða eftir hrunið líka á Íslandi og sjáum það að erlendi bankar hafa átt mjög erfitt með aðgengi að lánsfé og þetta er eina af þeim leiðum sem er að nota einna helst, að nota eignasöfnin og veðlánareglur hafa reyndar verið orðið ennþá rýmri eftir íslenska hrunið til mikilla muna í flestum Evrópulöndum og nú er efnahagsreikningur Evrópska seðlabankans hefur náttúrulega verið að blása út með þessu og en það sem við gerðum vorið 2008 eftir að hafa fengið þessar ráðningar frá Lehman að þá fórum við þessa vinnu að finna lán og efnahagsreikningi bankan sem væri hægt að nýta til þess að fá lán hjá Evrópska seðlabankanum. Þessum tíma var Evrópski seðlabankinn sá sem var náttúrulega lána þraut að vera lánveitandi í erlendri mynt í evrum sérstaklega og til þess að fá aðgengi þar og það var mjög niður njörfaði sjálfsög á þeirra heimasíðu bara hvað þyrfti til þess að geta hvað skuldabréf þyrftu til að bera til þess að vera hæf í veðlánaviðskipti við seðlabankann og það var það sem við fylgdum eftir og til þess var stofnuð sér félög á Bretlandseyjum og lán seld inn í þessi félög. Er það fyrirgefið þessi félög Haf og Holt? Holt, já. Haf, Holt og Holm. Það voru þessi 3 félög sem við náðum að klára og þetta er gert þannig að það er seld lán inn í þessi félög. Félögin gefa svo 2 skuldabréf, A-bréf og B-bréf. B-bréfin var eitthvað sem við héldum bara eftir og var á hálfgert eiginfjárframlag. A-bréfin hins var það sem við notuðum svo í veðlánaviðskiptum í Seðlabankann. Og við þetta sem voru sjálfsög ekki að taka eignir af efnahagsreikningi bankans, heldur var það bara fjármögnunarleið. Þannig að allar eignirnar voru áfram og í eiginfjárútreikningum og svoleiðis hjá bankanum. Þannig að áhættan fór ekki frá bankanum. Þannig að með þessu fyrirkomulagi þá var eftir atvikum hægt að fá fjármögnun út á þessar eignir sem að eftir atvikum marga hverja voru illseljanlegar. Má skilja það svo? Já, það voru Holm til dæmis, að það var svo kallar ABS-ar og MBS-ar sem eru svona svolítið svipuð skuldabréf með í annars konar eignum sem höfðu verið í lausi á safni bankans og þegar þessum tíma var komið þá var þetta erlendar eignir bandarískar helst sem höfðu seljanleiki þeirra hafi hrapað til muna og var bara fyrst alveg mjög erfitt að selja og hefðist að selja með miklum afföllum en með þessu að setja inn í svona sér félag og gefa út skuldabréf þá var hægt að fá veðlán út á þessi bréf og sama gilti í Haf til dæmis að það var nokkuð af íslenskum lánum til íslenska lántaka og það er eitthvað sem var mjög illseljanlegt sérstaklega fyrir erlenda mynt. Þannig það má skilja þannig að miðað við markaðsaðstæður 2008 þá hefði, ef þessar eignir hefði verið seldar, segjum bara sem þú ert að lýsa með þessum afföllum, þá hefði það bara orðið tjón, varanlegt tjón bankans, bæði auðvitað hagnaðartap eða tap í rekstri og hefði hoggið í eigin fjárgrunnin.
En með þessu að þarna hafi frádrægi, þar að segja að það hafi verið lána miklu meir út af þessi bréf heldur en markaðsvirðið. Þannig að svona það stundum kallað haircut eða frádræg hafi verið miklu minna. Já, maður segja það. Þetta haircut sem var reiknað, það sem byggði mikið á lánshæfismati og við fengum Moody's til að meta þetta og þeir mátu allar eignir sem fóru þarna inn hverja fyrir sig og þá kom lánshæfismat á líka á skuldabrjónum, A-brjónum sem voru gefin út. Þannig að þetta var sjálfsér byggt á þeirra mati bara hvert virði og hvað þyrfti mikið, hvað B-bréfið þyrfti að vera stórt til þess að A-bréfið væri nógu öruggt. Og bæði náttúrulega var það mjög erfitt annars vegar að selja þessar eignir, það ætti að selja með miklu tapi sem hefði þetta áhrif á eigin féð og þar fyrir utan hefði líka verið slæm skilaboð út á markaðinn að banki væri að selja með mjög miklum afföllum. Það í sjálfu sér væri mjög sterk skilaboð líka. Það kemur fram í skýrslu Lárusar Velding bankastjóra hjá rannsóknarnefnd Alþingis á blaðsíðu 3942 í þeim gögnum sem við erum með að á þessum tíma, því að fyrirpart árs 2008 hafi verið mjög mörg verkefni í gangi svona í bæði kostnaðaraðhaldi til að styrkja einfjársstöðu, innlánshlutfall og auka laust fé og hann nefnist að þarna hafi verið mörg stór verkefni í gangi. Kannastu við þetta? Þetta hafi verið sérstaklega sett í gang fyrirpart árs 2008 mjög yfirgripsmikil vinna að þessu leyti. Algjörlega, það náttúrulega byrjaði haustið 2007 og 2008 þá var kallaði saman stór hópur fólks og sem ég var í og var fengið til að stýra þessu verkefnum og svo var fókus sem bara almennt í bankan snerist algjörlega á þessa hliðina. Það er afla fjár. Þannig að þó ég var að stýra verkefnum þá var fólk á útlána hliðinni sem bara ábyrgð á undirliggjandi eignum sem sinnti mjög stóru hluta af vinnunni. Og fókusin var mjög lítið á það að lána út ný lán, frekar þetta er afla fjár. Hann segir á sömu blaðsíðu þessari skýrslu og reyndar vísa á þetta til ákveðna dagsetningar í mars Lárus að hann hafi komið heim og hann hafi kallað saman mjög stóran hóp í bankanum, svona 30-40 manna hóps og það seti bara alla í raun og veru í svona krísuhóp. Kannastu við þetta? Varst þú í þessum hóp eða kannastu þessa lýsingu? Já. Þannig kannski þá bara lokum af því að þetta mál snýst svo sem ákæra sem setjum við hlið. Hefði einhver frekari aðkoma hálfu stjórnvalda gagnvart bankanum, hversum hún svo sem var? Hefði það breytt einhverju í þessu sambandi? Hefði það eitthvað aukið á seljanleika eigna eða eitthvað flýtt fyrir þessu eða eitthvað slíkt? Nei, alls ekki í þessu sambandi. Ég gat ekki séð annað en að vera að gera allt sem mögulegt var á þessum tíma til að afla nýs fjár. Hér eitthvað spurningar? Saksóknari. Þá skýrslugjöf þessa vitnis lokið, vitni má víkja frá það. Já, nú ætlum við að ræða Breiðholtið og tilefnið er það að hún Dýrfinna, Benita Basalan, er með sýningu í listasafni Reykjavíkur sem er eiginlega Breiðholtið, það ekki? Já. Og að því að það er svo gaman að tala Breiðholtið að þá vil ég náttúrulega tala við aðeins sýninguna, en ég fekk hingað tvær konur aðrar sem eru líka úr Breiðholtinu, Melanie Ubaldo og Sanna Magdalena Mörtudóttir. Það kom inn í ljós áðan að þið voru allar í sama árgangi á sama tíma. Það er svo hálfgerður í Union. Já. En Dýrfinna, segðu mér akkur ertu að fjalla Breiðholtið? Hvað segirðu? Ertu að fjalla Breiðholtið á sýningunni? Já, ég er að fjalla Breiðholtið. Ég ólst upp í Breiðholti og fór líka í menntaskóla þar. Flestir úr fjölskyldunum minni hafa búið eða búa í Breiðholtinu og þarna sýningin er það að alast upp þar og vera hálf filippínsk og koma úr fjölskyldu sem eru innflytjendur frá Filippseyjum. Og þá hefur Breiðholt einhverja merkingu? Já, út af því að Breiðholt
er náttúrulega hverfi sem var byggt upp fyrir lágtekju fólk og þess vegna hefur safnast saman mikið af innflytjendum og þau sem eru bara ekki með nóg mikinn fjár kannski og þarna og þannig eru við sett saman á eitt stað einhvern veginn og það allavega þegar ég var að alast upp, ég veit ekki hvort að þið getið staðfest þetta en það var oft kallað þú veist Breiðholtið gettóið skilur og út af þessum fjölbreytileika og fjölmenni á einum stað held ég. Já, það var kallað slömm áður en að þið fæddust, þegar ég bjóðar þá var fátækt fólkarna, voru verkamannabústaðir og félagslega leigu íbúðir í Fellahverfinu og það var svona að tala það sem slömm hefur verið mislukkað að safna saman svona mikið af fátæku fólki. Það kemur eitthvað slæmt út úr því. En hvað finnst þér það? Finnst þér að hafa alist upp í þessum fjölbreytileika það sem fólk fátækara? Er það eins og hafa verið alist upp á vondum stað eða á góðum stað? Það góða við Breiðholtið er hvernig það er byggt upp. Það ég er mjög þakklátt að hafa búið þar út af því að það var svo mikið af fólki á einum stað og svo er leikvöllur í miðjunni á hverjum einasta hring af blokkum sem er svona raðað upp og svo er líka mjög mikið af gönguleiðum sem eru örugg fyrir börn til að labba í skólan og úr. Þetta lýsið Fellahverfinu? Já, Fellahverfinu, já, afsakið. Fellahverfinu allavega fyrir að alast upp í Fellahverfinu. Ég gett á því, ég bjóð þar. Já, og ganga í sund og í bókasafnið. Þannig að það var mjög mikil blessun að hafa það og hafa líka fjölbreytileikan og kynnast öðrum filippískum krökkum eða frá alls konar löndum sem koma saman. Þannig að það var frábært en svo kannski bitna líka kannski mikið á hvernig skólinn var og hvernig kennarar voru og þarna örugglega ekki að fá nóg laun heldur og það var alveg mikið einelti sem að ég upplifði á þessum tíma í grunnskóla en ég held að það hafi verið líka blessun að upplifa allavega að vera allavega þegar ég bjó þarna þá voru nágrannar og það var alltaf augu á þér fattar mig, þú veist, community it takes a village to raise a child og mamma mín var mjög veik með nýrnabilun og þá myndi ég bara fara til bestu vinkonum mínar eftir skóla og trítla svo yfir og þú veist, það var alltaf ykkur leið fyrir mig til að mamma mín myndi fá aðstoð við að hafa auga á mér þótt að það væri kannski ekki alltaf en það var mjög oft sem að ykkur gat gripið inn í og það var mjög þægilegt að geta trítla bara yfir í næstu íbúð eða næstu blokk og það var mjög mikið líf þarna og ég man eftir því að syngja í karaoke á Svölunum og þá voru þú veist í næstu blokk aðrir að syngja í karaoke á móti og við myndum veifa hvort öðru. Það er eitthvað sem maður myndi aldrei upplifa neinstaðar annar staðar í Fossvoginum eða í Vesturbænum. Ég veit það ekki. Þannig að þú lýsir góðu samfélagi, eitthvað liti. Já. En hins vegar skólinn er veikur, hann kannski ræður ekki alveg við að vera með svona fjölbreytilega nemendahóp. Já. Og svo er það ímynd Breiðholtsins þannig að maður fyrir utar að það er hort niður á þetta samfélag. Einmitt. Þannig að maður er partur af okkur í heild en svo þegar maður byrjar að líta í kringu sig og blaka á vængina þá er maður svona, ok, það er
það er horft á mig öðruvísi út af því að ég kem úr fátækt eða er ekki 100% íslensk eða 100% eitthvað. En nú erum við sýningu Já, á svona virðulegum stað já, og þú velur að fjalla Breiðholtið. Þannig að Breiðholtið lítur að vera svona stór hluti af þér. já. Er þetta svona, er þetta ekki sagt þarna að þú getur tekið stelpur úr Breiðholtinu en ekki Breiðholtið úr stelpunni? Já, Þannig að Breiðholtið mun alltaf fylgja þér. já, alltaf sko. Ég vildi fjalla Breiðholtið út af því að ég var að fjalla mér langaði að fjalla eitthvað sem hefur aldrei verið fjalla í íslenskri myndlist hingað til. Mér langaði að representa bara purely, þú veist, hver ég er og það er æskan mín og það hefur mótað allt sem ég er í dag er æskan mín eins og allir aðrir og þess vegna vildi ég taka fyrir fjölskyldum mína og að vera komin að innflytjendum og að vera úr Breiðholtinu út af það er allt ég. Þannig að þess vegna ákveði ég að hafa þetta svona og sýningin er svolítið sett upp eins og svona vísun í fellahverfið. Melanie, ert þú með Breiðholtið með þér líka? Já, það er sem þar og já. Þú ert flutt úr Breiðholtinu? Já. En hvað er Breiðholtið ef ég myndi spyrja þig fyrir Breiðholtið sem þú ert, Breiðholtið innra með þér, hvað er það? Góða minningar? Bæði og, en aðalega er það kannski bara, aðal orðið var bara fjölmenningin. Ég það sko. Og fannst þið gott, þegar þú horfður tilbaka, fannst þið gott að alast við Breiðholtinu? Það er kannski erfitt að því maður hefur náttúrulega bara eina æsku sem maður hefur. Ég meina, ég veit ekki sko, fyrir maður getur ekki valið svona which is worse við bara fættis á Filipsheim þar sem það var verri heldur Breiðholtinu. Það ég bara frekar þakklátt fyrir að vera í Breiðholtinu en með að við raunveruleika öðrum Íslandingar á Íslandi eða í Reykjavík sem býr ekki í Breiðholtinu. Þá höfum við auðvitað verra. Sérstaklega að vera litað og vera brúnt. Þannig maður er bara þakklátt. Og þá var ég að tala efnahagslega fátækt og fordóma gagnvart fátækt og fordóma og rasisma gagnvart því að vera ekki hvítur. Svo líka örugglega menningar sjokk fyrir fjölskylduna þína að það ekki, að koma svo til Íslands og aðri siðir og eitthvað. Þú veist, það passa að reyna að passa inn í eitthvað nýtt umhverfi. En þú býrð ekki í Breiðholti? Nei, ekki lengur. En fólkið þitt býr mikið í Breiðholti, eða hvað? Já, mamma mín býr þar ennþá og bróðir minn og fjölskyldan hans býr í Bakkanum til dæmis og mamma er í Seljahverfi og ég þau liða bara vel þar, sko. Og ég líka einmitt talandi svona láglauna fólk, það er auðvitað kannski besta, hvað heitir þetta, besta leiðindilega að kaupa sín fyrsta egg. Ef maður er komin með svona lítið kjarna fjölskylda, er bara að kaupa fyrsta eignin í Breiðholti, fyrir það er bara ódýrasti með að við annars þar í bænum, í borginni. Munar mörgum milljónum. Já. Og fyrir fólk með lága tekjur þá er það eiginlega sko það að eiga möguleika að kaupa íbúð í Fellahverfinu og næsta þrep er bara langt róf. Það er bara það sem að fólk næri ekki, getur ekki teikt sig í. Sanna, þú með Breiðholtið inn í þér? Já. Og hvaða Breiðholtið það? Það er heima, það fylgir mér. Og ég hef svona dálítið samanburðin af því að ég sem sagt byrja í fellaskóla í 7. bekk og var í hátaskóla þar á undan. Þannig að svona þegar ég lít tilbaka þá finnst mér eins og þegar ég var komin upp í Breiðholt að þar voru fleiri krakkar sem voru svona brún og fleiri krakkar einhvern veginn sem voru að upplifa þennan svona slæma efnahagslega veruleika eins og þau tengdu betur. Þú veist, kannski það var alveg eitthvað það í hátaskóla. Og kannski var ég bara meðvitaður það eftir því sem ég var eldri en mér fannst ég svona fitta meira inni þegar ég var komin í Breiðholti. Þá var það alveg skiljanlegt, þú veist, þá svona
eins og vinur manns hafi líka verið að díla við eitthvað svona, það var ekki til peningur og það bara svona, það skildist einhvern veginn, það var svona meira upp á yfirborðinu fannst mér þegar komin í Breiðholtið. Þannig að getur verið betra, þó þessi aldrei gott að vera fátækur og aldrei gott að vera svona fyrir fordómum. Það getur verið betra að vera í hverfi þar sem eru fleiri í slíkri stöðu. Sem tengja og vita nákvæmlega bara hvað við erum að tala um. Það þarf ekki að útskýra einhvern með orðum, við bara svona vitum. Þín finnir að tala um einelti og svona. Heldur þú að hefur orðið meira einelti hvað þér í Háteigsskverfi? Sko ég hef bara aldrei upplifað í rauninni neitt þannig. Meira bara eitthvað þessar endalausu spurningar um uppruna. Man eftir mjög leiðilega eina atviki í Breiðholti. Man linnulist, hvað heitir það, svona smá? Svona microaggressions, áreitni. Já, þú getur að lifa við það. Já, og líka dálítið fyndið, eða ekki fyndið, en hvað maður er búin að svona, svo í sletti internalize þetta, að þá sem sagt, þegar ég var að byrja í fellaskóla og þá fyrir viðtal til umsjónakennarans með mömmu og kennarinn er að spyrja eitthvað svona, já, hvaðan kemur hún? Og mamma alveg tilbúin bara, já, pappin er frá Tansaníu. En kennarinn bara, nei, úr hvaða skóla er hún að koma? Já, hún er að koma frá Háteigsskóla. Alveg tilbúin bara með söguna, bara, já, pappin er frá Tansaníu og þannig hann er dökkur og þannig er alltaf einhvern veginn þessi saga sem maður er tilbúin með og svo er maður bara eitthvað býta okkur í að segja einhverju ókunnu fólki hvar foreldrar mínu kynntust og ég hafi verið til og svo hafi þau hætt saman og þess vegna sé ég brún á Íslandi. Þess að maður sé alltaf á þröskuldunum ekki alveg komin inn. En hvað segir þetta? Nú er það stundum verið að tala um að nú þurfa að vera byggingarátak við að byggja íbúðir og helst fyrir þá sem að hafa misstu tekjurnar og þá kemur alltaf svona, já, við viljum nú ekki fara að byggja upp eitthvað slömm. Hvað, er þetta raunverulegt? Er það slæmt? Þú veist, var Breiðholtið slæmt að þessu leyti? Að þar væri of mikið af fátæku fólki saman, að út úr því hafi komið eitthvað slæmt? Út úr samfélaginu sjálfu, og ég veit. Ekki út af því að það voru allir komnir saman. Ég held að hafi bara ekki verið nógu mikið aðstoð fyrir krakka sem voru að alast upp við erfiðar aðstæður. Það voru að tala um heimilisofbeldi eða erfiðleika við að læra og fræðsla bara yfir höfuð. Krakkar sem kom svona eins og maður getur sagt svona illa nestaðir að heiman. Já, út af því að fengu ekki sama stuðning og kannski skólakerfi gerði ráð fyrir að fengja heimaður en fólk fekk það ekki. Nei. Og þá gat skólinn ekki brugðist við. Nei, út af því að ég hef allavega verið vör við að það eru einhverjir úr skólanum, fellaskóla sem að ég var með í skóla sem fóru einhverja leiðilega brautir í lífinu og erfiðar brautir. Ég tel mig bara vera heppin að hafa ekki farið ver út úr því hvaðan ég kem frá og hvað ég hef lent í. Þannig að svona á unglingsárunum voru svona háskablettir. Já. Það sem hefðir geta tekið ranga ákvörðun og það væri ekki hér. Já. Þannig að, já, ég tel mig bara mjög heppin og það er ekkert allir sem hafa þá heppni og það þarf að vera meiri stuðningur fyrir fólk sem er einmitt að koma úr þessum aðstæðum að geta ekki séð fyrir endan á mánuðinum og foreldrar að rífast peninga eða þú veist, það er margt sem kemur úr því að vera fátækur sko og að vera úr annari menningu og sérstaklega þeir sem eru nýfluttir að aðlaga sig við hvernig við búum á Íslandi, hvað reglur eru í sambandi við réttindi barna og svona. Þannig að ég held að það væri ekki slæmt að hafa þess að koma saman og vera áfram með hann fjölbreytileika. Það er bara stuðningurinn í kringum það er kannski skóli þyrfti að vera betri. Skóli. Borgaryfirvöld með svona meiri fókus á hverjunu. Já. Sterkari félagsmiðstöð. Já, klárlega. Allavega það er bara
mín skoðun, ég engin sérfræðingur í neinu, ég bara segja Þú ert sérfræðingur í fátækt barna og þú ert uppkomið fátækt barn. Já. Þannig að þetta bara hvernig ég sé hlutina og það hefði verið næs að hafa þegar Einhvern stuðning. Já. Það ef að er einhver tilgangur í formlegu samfélagi á milli okkar, þá það líklega til þess að rétta fátæku barni hjálparhönd. Já. Sem ég landa. Því miður að þá gleymist það. Þannig ekki búið mikið að tala fátækt barna. Nei. Svo Sanna hefur gert það. Melanie, ólst þú upp við fátækt, myndur þú segja það og það verið fátækt barn? Já, góðs og lof, já. En hvað með það, ef við tölum það, fókus samfélagsins á fátækt barn? Nú eru þið uppkomið fátækt barn og fátækt barn geta ekki verið talsmenn fyrir sjálfan sig að þið eru svo lítil og hafa veikarönd. Ef ég myndi spyrja ykkur, hvað er það sem að fátæku börnin myndu vilja verið breytt? Fá að segja eitthvað meira líf sitt. Að því að þú veist, eins og ef ég tek bara dæmi að þá ég algjörlega samanlega þetta eins og Dýrfinna var að segja, skorti bara stuðningin. Að því að ég og mamma förum upp í Breiðholtið að því við fengum loksins félagslega leiguíbúð eftir að hafa beðið næstu í 3 ára á biðlistanum og það var upp í Efra Breiðholti og ég bara man ferðina þegar mamma var að sýna mér bara og rétti hana og benti bara svona arahólana bara þetta þarna uppi og ég var bara eitthvað, vá, hvað er langt í burti, bara eitthvað 10 ára, bara hvað er langt í burti, en þú veist, maður segir ekki neitt, því maður hefur ekki neitt val, þannig að maður er ekki einhvern veginn að segja uppátt bara eitthvað, nei, ég vil ekki flytja lengst angað, þú veist, maður á bara að vera glaður og þakklátur einhvern veginn fyrir að vera komið íbúð, þannig að ég held að vanta algjörlega stuðningin, þú veist, það er ekki nóg að vera einhvern veginn bara, herði, við ætlum að útvega íbúð og svo bara eitthvað gangið vel, verður þakklátt og bara eitthvað þeir eru komið íbúð, þeir eru að greiða miklu minni leigu, þetta verður allt í lagi, þú veist, það þarf alveg að styðja við mann bara eitthvað, þú veist, hvernig gengur í hverfinu, vantar ykkur eitthvað og allt þetta, það er ekki nóg bara eitthvað, þú veist, að stróka okkur út af listanum því við vorum komnar þarna í félagslega íbúð og svo bara eitthvað svona eiginlega ekkert meir. Já, líka bara þeir sem búa við fátækt eða eru mun líklegri til að kljást við heilbrigðisvandamál og geðheilbrigði þannig að það ætti að vera bara augljóst einhvern veginn, finnst mér. Þetta hjálpa fátækum? Já. Út af því að það er það er bara ég veit ekki ég er ekki með neina staðreyndir en ég með við mína reynslu þá þú byggir á þinni reynslu sem er mikil þá það er alveg maður lenda í fullt af áföllum út af því að maður er sem maður er hvað maður er eða þú veist að maður kemur á fátækt og lendir í fordómum og svona þannig að já og með of mikið að sárum já óþarlega mikið já þegar maður er eins og þú segir að mammaðin var tilbúin til að segja hvaðan þú kæmir og veist, maður er alltaf einhvern veginn á varðbergi og þarna og það er trauma response þú veist, það er út af því að það er búið að já það er búið að vera erfitt fátækabarnið getur líka ekki minkað eiginlega væntingar sínar trappaði niður kannski langt fyrir neðan það sem að er bara út frá svona mannvirðingu eðlilegt að gera kröfur gagnvart lífinu þannig að fátækabarnið er kannski ekki að biðja neitt sko. Einmitt og elst upp líka er fullorðið mjög hraðar heldur en önnur börn og það er ekki eðlilegt að barn sé að hugsa já, ég ætla ekki að biðja mömmu þetta sem allir eru að fá sér í skólanum út af því að ég veit að hún er svo fátæk og við þurfum að borða og já, þú veist það er ekki eðlilegt eða vera 14 ára nýbúin að ferma og hjálpa foreldra sinna að borga leigu eða borga í húsinu fermingadjónum eða maður bara leiðum maður fekk sér eitthvað helgar vinnu það var bara smá hjálpa eins til hjá mömmu eða eitthvað
eða labba í skólan með auka plastpoka í töskunni til þess að tína flöskur. Og ekki vilja biðja því að maður vill ekki særa mömmu með því að biðja eitthvað sem hún getur ekki veitt. Já. Þetta er svona innri ritskoðun sem að fátaka barnið með. Já. Þannig að þetta er Breiðholt, raunveruleiki fátakabassins. Þegar þú ert að fjalla Breiðholt og þegar þið hugsa Breiðholt, þá er það sömuleyti það. En Breiðholt getur verið eitthvað annað, hans konar. Og ef við myndum bara skuttla okkur bara eitthvað niður í bæ og horfa upp í Breiðholt, þá er Breiðholt að sömuleyti staður þar sem við tökum innflytjendunar og fátakafólkið, skóplum við þangað eitthvað staðar og vonaði að það bara leysi sitt vandamál. Það er líka Breiðholt. Ef að Breiðholt verið hugtak. Já. Mér finnst þarna að ég fór á sýninguna áðan og með svona veggurinn dálítið verið að segja mikið. Mér leiðis ég var komin aftur upp í Breiðholt og geti bara að príla á milli þarna, ég veit ekki hvað sem veggur heitir. Þarna þeir eru bara svona allstaðar hér og þar í föllunum. Já, fekk algjört bara. Það með svona götum, það er sem ég auðvitað klifra yfir það, sko. Svona endileitt þegar ég var næstu, ég bara eitthvað, vá, ég geti fara að príla þarna í gegnum. Þú veist, þannig þetta er svona aðskilnaður en samt líka svona veggurinn okkar, já, það er mjög svona tákrænt, einhvern veginn alls konar minningar sem komið upp við að sjá þennan vegg. Þegar maður stendur þarna, hvað heitir það ef maður stendur þarna sem að bakarí var? Ég held að Nýlistasafnið sé með einhverja aðstöðar eða það er kannski ekki lengur. Þetta er gamla kaffihúsið. Já, bakarí þarna. Það stendur og horfir síðan eftir þarna langa, lengstu göngugötunni. Þá stundum finnst manni þetta einhver leyti sorglegt. Kannski ef það er lágskýjað og dimmt, þá finnst manni þetta einhvern veginn að þessi fólkskilið eftir. Svo er kannski sól og bjart og fólk að leika sig og þá sér maður hvað stórkostlegt samfélag og þannig að þetta er svo margt Já. Í einu. Og líka það er ekki bara innflytjendur, heldur líka fólk sem glímir við fíknivandamál sem safnast saman þarna líka. Já. Þannig að það má ekki gleyma þeim. Nei. Öryrkjar, fátækt fólk, innflytjendur. Já. Og það sem ég var að meina á það með því að þetta var ítum eins og þannig fyrir Breiðholt, að það byrtist til dæmis í þannig að þú ert kannski fátæk og leigir félagsbústum, einhvern stigagangi og þú ert einstæð móðir með 2 börn en síðan í næsta íbúð er fólk með alvarlegan fíknivanda og þannig það er eiginlega bara ein skúffa sem heitir fátækt fólk þó svo að aðstæður hinna fátæku og ástæðan fyrir fátæktinni eru ótrúlega mismunandi. Það er þetta sem ég voru að meina með því, þetta er bara skópla svona í burtu. Já. Þannig að hóparnir, ef þetta eru margir hópar, þá eiga þeir kannski sáralítið sameiginlegt. Já, það er alveg rétt. Já. Þetta er hlutið af Breiðholtinu. Þú sagði, þetta varst ekki þú sem sagðir að þegar þú segist vera úr Breiðholtinu, þá var líka svona fordómar sem að þú heyrir á móti. Já, klárlega sko. En bara eftir því sem að ég ólst upp þá byrjaði ég að fatta að það væri ótrúlega mikið styrkur í því að komast í gegnum það að vera átt skilurðu, að vera utangátta og samt reyna sitt besta alltaf og reyna að gera eitthvað gott úr öllu, halda í von og hamingju. Þannig að það grepur þig ekki að gera þig sterka. Já, og það gerir mig ekki sterka en það gerir mig, ég er með opnari hug allavega. Og hvað ég ætlaði að segja, það var einhver point með þess sem ég var að segja þetta. En fólk með erfiða reynslu segir þetta mjög oft. Það liggur við að það sé sagt það er gott að hafa farið til helvítis ef maður sleppur það út. En þetta er náttúrulega, það er eitthvað svona, það er líka eitthvað svona sárt við þetta Já. Að maður sé með alla þessa reynslu. Og þetta er maður bara það sem maður er og maður sækir styrk í reynslu sína. Já. En það er samt
eitthvað sárt við þetta. Já. En ég einmitt að reyna að bara með því að nýlega þá ég að reyna að vera stolt bara og horfa á allt sem að ég hef afrekað og fjölskylda mín. Það alveg mjög merkilegt og ég vil frekar segja með stolti að ég sé ólst upp í Breiðholtinu heldur en eitthvað annað sko. Og það hefur gefið okkur, þótt að það hafi gefið okkur erfiðleika og einmannaleika, þá hefur það líka gefið okkur svo ótrúlega mikið mikla samkennd fyrir fólki og skilning fyrir hvernig lífið er og það gerir okkur kleift til þess að setja okkur meira í spor annara og tengjast fólki mun betur heldur en ef við hefðum ekki lifað lífinu eins og við lifðum. Sem svona önnur saga að fólk sem lifir einu svo kallað venjulega lífi að það sé blind, sjá ekki allt samfélag. Já, það er svona eins og ef fólk eiginlega bara sama allt nema að það hendi þau eða fjölskyldu eða nánum aðstandanda eða hvað nú alveg eins og með fötlun eða hvað nú þá er enginn að berjast fyrir fötlum eða fyrir öðrum minnihlutahópum ef að þau hafa ekki upplifað eða séð sársaukan og ekki bara sársaukan, heldur bara það sem fallegt við það að vera öðruvísi og þess vegna finnst mér það gott að fólk geti aðeins bara hort á raunveruleikan. Ég veit ekki hvernig maður myndi láta fólk sem mjög vel statt sjá hlutina en það verður að vera einmitt þá fræðsla eða eitthvað til þess að við getum verið meira opin. Það dugar kannski ekki, en þess að kannski fátækt þannig að þú raunverulega skilur hún ekki nema að hún hafi bara bitið því sko. Já. Það er mjög erfitt að útskýra það. Og þið heyrið svolítið umræðu fátækt og svona, hún ekki alltaf. Nei, mitt. Það ekki eins og fólk hafi reynt hana sko. Já. Herðu, að því að tala þetta, svona hvernig maður sér samfélagið. Já. Það einn maður sem kemur hérna reglulega við Rauðaborðið sem að mærir Breiðholti mjög, talar það hvað sé stórkostlegt. Hann núna formaður kennarasambandsins, þetta Magnús Þór Jónsson og hefur verið að kenna, hann býr í Breiðholtinu, hefur verið að kenna í Breiðholtinu og hann lýsir sér eitthvað svona, ég ætla bara að leyfa mér að nota mín eigin orðum ég vona að hann fyrirgefur mér ef ég gerir þetta of gróft sko. En hann segir svona, ég myndi hvergi annars staðar verið að búa því að þarna raunverulega sko samfélagið allt. Því ef ég myndi búa eitthvað annars staðar þá myndi ég bara missa af svo mörgu. Þannig að ég myndi ekki hvalla að mér að búa neins staðar annars staðar en í Breiðholtinu. Því að annars myndi ég bara, já, annars myndi ég ekki þjálfast upp í að vera almennilegur þátttakandi í lýðræðislegu samfélagi. Því að þú verður að kynnast fólki úr alls konar stéttum og alls konar uppruna og með alls konar vandamál til þess að vera raunverulega hæfur í því að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi. Það eins og umræðan skóla, þú veist, við sjáum alveg að það orðið aldrei svona skiptara, það alveg svona stéttaskipting eftir hverfum á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að mér finnst það mjög leiðilegt og ég hef alltaf að hugsa bara ef ég eignast einhvern tíma börn þá finnst mér mjög mikilvægt að þau sjáum eitt bara eins mikla flóru samfélagsins og hægt Þú veist, að þau sjáum eitt bara ekki bara hvít börn, þau sjáum eitt aldrei bara svona, þú veist, séu bekk með börnum sem bara eigi pening og svona læri bara að það sé normið og það sé aldrei svona venjulegt en það einmitt leiðilegt, þú veist, þegar maður heyrir eitthvað svona kannski foreldrar sem að vilja ekki setja börnin sín í ákveðna skóla og eitthvað svona en þá kannski eru þau að hugsa að skólanum skorti stuðning eða eitthvað en þú veist, það einmitt svo mikilvægt fyrir mér eða þú veist, ég myndi vilja að mín börn myndi sjá bara sem flest og sjá bara fjölbreytileikan því það bara ógeðslega eðlilegt, það mjög eðlilegt. Þannig að þess vegna finnst mér Breiðholti gott af því að þú veist, við höfum bara samfélagi eins og það en ekki einhverja svona niður búta
hluta af púsluspili eða eitthvað þannig. Þannig að vanti kannski ekki meiri Fossvog upp í Breiðholt, það vantar meiri Breiðholt í Fossvog og á Melan, ekki Háteskvöldu. Það er það sem að myndi bæta Reykjavík. Já, 100%. Það er lærdómur í því líka að deila menningu saman. Já, þú verður eiginlega að gera það, þú ert að þroskast. Því annars kemur út í samfélagi þú ert bara bækluð eða bæklaður, af því að þú þekkir of lítið. Þetta er talað þegar vandamáli við breska íhaldsflokkin, þeir koma allir út úr einkaskólum í vernduð umhverfi og svo koma þeir að stjórna samfélaginu og þeir hafa bara engan skilning á því. Kunna það ekki, þegar maður vil finna til með þeim. Nei, já. Herðu, þú ert í pólitík, þú ert í listum, ert þú ekki í listum líka? Já. Við erum með þess að í listahópi saman. Það að vera með þennan bakgrunn og fátöktinni, það skiptir máli í list og pólitík og þú veist, það sem að maður er að fjalla samfélagið, ekki? Algjörlega, Birtist það líka í þinni list? Já. Algjörlega. Og kemur fram í þinni pólitík? Já, ég bara sé ekki að ég geti verið borgarfulltrúi án þess að hafa þessa vitnesku, eða þú veist, þá veit ég ekki hvað ég var að berjast fyrir, kannski grænni Reykjavíkurborg eða skemmtilegur Reykjavíkurborg eða eitthvað. Þið eru að tala fátækt og nú ætla ég að tala því ég er svona eldri þið. Fyrir nokkrum árum, ekkert svo mörgum, þá að því ég er blaðamaður, búin að vera blaðamaður síðan ég var bara ungumæður, þá var ómögulegt að fá fólki viðtal fátækt. Og þá bara ómögulegt, ekki einu svona með skuggamynd og frásögn. Hvernig þá? Það er bara fólk... Þorðið þið ekki? Aldrei það síðasta sem að fólk verður fyrir til að deyja frekar. Þetta er að koma og viðurkenna eitthvað sem fátækt. Þannig var það svona kannski fyrir 40 ára með þessu. En síðan hefur þetta breyst mjög mikið. Og mjög hratt. Við svona undanfarin kannski bara eftir hrun. Raunverulega komið miklu fleiri og talað fátækt sem svona raunveruleika. Og kannski þarf svona að fara alltaf í gegnum eitthvað. Fyrst þegar að því að ég held að flestum sé eðlilegt að trúa því að alveg sama hvað þetta verið fyrir þetta sé einkanlegt, þetta er mitt vandamál, þetta er eitthvað að því að mamma og pabbi klikkuðu eða ég er ekki nógu góð eða eitthvað svoleiðis. Það tekur svona tíma fyrir samfélagin á því að þetta er félagslegur vandi sem að ég varð fyrir og að skamma sín ekki. Það er náttúrulega að skila skömminni, það er ekki, ég á ekki að skamma sig fyrir að valast upp í fátækt. Það er samfélagt að skamma sig fyrir hvernig það tekur að fátæku barnum. Já, sammála. Þeir eru kannski ungar, en mér finnst þetta bara hafa verið að breytast bara núna, bara á síðustu bara örfáum árum sem að þessi röddu byrjuð að heyrast. Þetta er ekki til að skamma sín fyrir, en það virðist að verið aldrei viðhorfið, þú veist að maður ætti ekki að stíga fram opinberlega og segja það að maður get ekki látið peningin duga út mánuðin, en ég meina skömmin er ekki þeirra sem eru í fátækt, þú veist, og það finnst mér núna að hafa verið að breytast að fólk bara stígur fram og segja bara eitthvað, já, þú veist, ég á ekki pening, hvað ég að gera betur, ég er að gera allt, ég er í 2 störfum og þú veist, ég neita mér hluti en samt peningurinn ekki að duga út mánuðin, en maður hefur samt alveg svona tekið eftir í svona stundum, þú veist, þegar ég fengi komment bara, já, þú veist, eins og þegar ég er að segja frá minni reynslu með einstæðri móður, bara, já, finnst með mig alveg í lagi að þú sért að fjalla svona opinskátt þetta og þú veist, er samt alveg að segja bara, já, þú veist, flott hjá ykkur, en er samt smá svona kannski að tjekka bara eitthvað finnst þenni í lagi að þú sért að segja allt þetta af því að þetta hefur alltaf, þú veist, þegar samfélagið allt og jafnvel, þú veist, stórfjölskyldan og bara allir í kringum þig er einhvern veginn að segja, þú veist, þetta er nú þér að kenna að þú átt ekki pening, þá einhvern veginn svona læri maður að hugsa bara, vá, ok, kannski er ég að kaupa, þú veist, eitthvað ekki ódýrasta frosna hakkið út í búð eða kannski var ég að kaupa og fínan klósipapír, kannski get ég tekið mig eitthvað starf á í bókhaldinu, þannig að þú veist, þegar þessi skilaboð er búin að dynja á þér dag eftir dag, þá svona er alveg skiljanlegt að fólk haldi að þetta sé þeim einhvern veginn að kenna, sko, sem það er náttúrulega alls ekki. Líka bara, við ættum bara að fá að lifa og vera hamingjusum, eða þú veist, það er svona aðalatriði í þessu öllu saman, er að fá hamingjusamara samfélag og þú veist, að ég veit ekki. Bæði að fá meiri stuðning og fá að vera í friði bara, fyrir fordómunum og afskiptaseminni og leiðindunum bara. Já, veist, og auðvitað, út af þegar við búum í samfélagi, þá er oft sem
að maður þarf að taka þátt í ákvöðunum svona, ég veit ekki, bara eins og krakkar sem vilja fá iPad, fattar mig. Þú veist, auðvitað ætti krakkið þinn alveg að geta nota iPad, þú veist, helgar, fattar eins og allir aðrir út af því að, þú veist, ég veit að það er ótrúlega mikið svona kapitalism í því en bara það að vera svona út undan það er ekki þeim að kenna, þú veist, að þau vilji öðlast þessa hluti til að fá svona samþykkt af öðrum í kringum sig. Svona, já, ég þarf að eiga díselbuxur eða eitthvað svona. Og því að maður er alltaf að reyna að passa inn og svo er einhver, já, þú hefði getað keypt þú veist, póka í bónus fyrir þetta. En, já. Veist, það er að tala um þegar fólk er eitthvað, já, þú hefði getað sparað þetta. Og þetta er einhvern veginn líka svona hugsun sem að er svona föst inn í mér líka svona, bara alltaf þegar ég ger eitthvað gott fyrir sjálfa mig og það er ekki out of pure necessity, þá er ég alltaf með svipun á bakinu og er bara, nei, þetta er alltaf. Á meðan aðrir eru bara eitthvað að lifa lífinu. Telja sig eiga allt gott skilið. Já. Þá þú er annað fyrir það svo sé ekki. Nei, einmitt og við þurfum alltaf að vera að minna okkur sjálfan á og gera svona möntru. Þetta er allt í lagi. Ég má hérna kaupa engifersafan út í búð út af því að hann er hollur og ég er að drífa mig hingað og ég er útrúlega þyst og maður er bara svona alltaf réttlæta allt. En þú veist, hann kostar alveg 200 krónum meiri heldur en þessi drykkur, en þú veist, en hann er lífrænt, en á ég skilið lífrænt, eða þú veist. Herðu, Dýrfinna, þú sagðir í viðtölum, sá ég veit ekki hvort það komið fram í kynningu og sýningunni sjálfri, að þú ert fyrsti brúni Íslendingurinn sem að sýnir í listasafni Reykjavíkur. Já. Þá er það, hvaða gildi hefur það? Sko, þegar þú sér aðra brúna Íslendinga vera fyrst í einhverju, skara fram úr einhverju, gefur það þér eitthvað? Já, eins og þegar ég sá Sönnu, þá er ég bara, yes! Eina okkur? Já. Systir? Já, ég var bara, finally, skiluru. Þannig að, þú veist, auðvitað ætti þetta ekki að skipta þetta máli, en það skipti máli, og þetta, ef þetta skipti ekki máli, þá værum við búin að sjá fleiri á undan. Einhvern að lesa fréttirnar kannski í kvöldfréttum Ríkisútvarpsins? Hvað segirðu? Einhvern að lesa fréttirnar í kvöldfréttum Ríkisútvarpsins? Já. Það er bara hvítt fólk. Já. Já. Ég tekið svona dæmi svona mjög sýnilega, þetta er náttúrulega kannski ekki valdastæða, sko. En þetta er samt svona sýnilegt ták, sko. Já. Hver segir okkur fréttum? Kastljósið. Sannlega segi yður. Sannlega segi yður í fréttum þetta helst. Það er svolítið svona, hvaðan fréttin koma? Já, líka... Já, hún Sannel var náttúrulega svona hluta kastljósinu og svona aftarlega í kastljósinu, svona í feature, sko. Þannig ég var að meina svona þá sem situr við predikunnarstólinn og segir sannlega segi yður í fréttum þetta helst. En hefur farið fréttamenn, sko. Ég mitt hérna, þetta var titillinn á... viðtalinu við mig að fyrsti brúni Íslendingurinn og það var postað á Facebook og ég var bara, ok, cool eitthvað, veit ekki alveg, þú veist, ég var svolítið hrædd við þennan titil út af því að strax svo ég opnaði kommentin á Facebook þá voru bara allir að drulla yfir mig, bara af hverju ætti það að skipta máli, ætti ég vera fyrsti rauðherði listamaðurinn að sýna þarna eða vá, hún er ekki meira svo brún, hún er bara hvít. Og þú veist, já, það er bara svo... Það var ekki að leyfa ykkur að tala um þetta? Nei. Já, ekki, nei, það er bara náttúrulega. Og ég var byrjuð að vera mjög lítil í mér eftir að ég sá þessi komment og vitandi samt að þetta væri fólk sem væri bara örugglega eiga mjög erfitt og þurfti bara að fá útrás á einhverjum til þess að líða betur sjálfa sig. En núna... Eða kannski bara fólk sem fer sjálf ekki að skoða sýningar, sko. Já, og veit ekkert myndlist og las kannski ekki greinina. Þannig að einmitt, og hefur ekkert vita myndlist.
En það var oft sterkar rödd þínu vitleysu hafa sterkar rödd. Já, einmitt. En kannski ekki þeir hópa sem að þurfa að vera berjast fyrir að fá rödd þeir hafa hana veika. En þeir vitleysu hafa mjög sterkar rödd. En já, bara það er auðvitað mjög sárt en á sama tíma ef að við værum ekki að segja hlutina eins og við væru, þá væru við bara ennþá á sama stað. Ég væri ekki að sýna þarna ef að ég væri ekki að berjast, að horfa ekki á neikvæðu kommentin og á allan rasismann sem að ég hef upplifað og fólki í kringum mig, þá væri ég ekki að sýna þarna. Þannig að já, þetta skiptir máli auðvitað út af því að við þurfum sýnileika, við þurfum að sjá ef að ég hefði eitthvað sem ég leit upp til í íslenskri myndlist eins og mig, þá hefði ég verið mjög spennt og þar eins og ég sagði, ég var mjög spennt að sjá Sönnu og alltaf þegar ég sé eitthvað litaðan í eitthvað staðar þótt að það sé ekki myndlist bara að nota röddina sína, þá er ég alltaf ótrúlega vongóð framtíðina. Að veggurinn rofnir eitthvað tíma. Já. Þessi voru hólan. Já. Melanie, varst þú annað að sjá? Já. Og það skiptir máli? Já, auðvitað sko. Já. Melanie er líka algjör frumkvöðl í listum hérna á Íslandi sko. Ég meina, það er, já. Vistu, hún er fyrsti blandaði Íslendingur sem er partur af galleri, það ekki? Já, líka fyrsta brúni Íslendingur ef við erum bara að fara að nota alltaf flokkunar orðum sem við verðum að tala þetta. Já. Bara fyrsta brúna Íslendingur með verk í Eignarlistasafn Íslands, Listasafn Reykjavíkur og bara með svona alls konar veru kenningar og við erum líka með verðlun frá myndlistaráðinu, þannig bara, en samt bara fólk, bara það sem bara fólk til að klikka og horfa á fréttirnar er það sem fólk gripur í sko. Það er, já. Þið þrjár eru frumkvöðlar og eru að breyta samfélaginu. Þið nefnir það sem að fólk sér í fréttunum að nú hefur svona eiginlega í vetur, það vil búið að vera svona vetur með svona vaxandi umtali flóttafólk og hættun af því og þegar Bjarni Benediktsson stóð þarna fyrir utan á Bessastöðum og var að tala að þetta væri bara komið út í algjöra öfgar og þetta væri eiginlega stærsta vandamál samfélagsins, þá allt í eru svona flóttamannamál, hvað svo sem það er, komið svona inn í miðju stjórnmálana. Óttist þið þessa þróun að við sem þetta getur versnað, að þið verðum svolítið að tala þetta getur batnað sem því sem þið eru að gera. En svo á móti er eitthvað sem getur leitt til þess að það myndi bara versna og vera verra að vera brotna Íslendingur. Það er bara gott fyrir samfélaginu okkar almennt að bjóða og bara mjög opinn fað allt þetta, já, bara svona öllum hinnum sem vil koma hingað í miklu betra aðstæður en þau eru að flýja frá. Við erum ekki að tala hvítar skandinaviskir eða evrópskir svona innflytjendur. Þetta eru fólk sem er bara að flýja frá alls konar verstu og ljótu dóti og vill bara koma hér og bara þakkláttur fyrir að vera hér og vill endilega að það er alla aðstæðum í þeirra fyrsta skrefinu í nýri samfélag og það er það sem er verið að gleyma þessi aðstöð sem eftirsjá en eftirfölgnin til dæmis og ég hef að fólk eru mjög rætt við það sem þau þekkja ekki og ég hef við sem Íslendingar sé bara mjög rætt við það sem við þekkjum ekki og við viljum meina að okkur langar að vera í svona fjölmennt samfélag í svona mjög svona blanda samfélag en samt sem að við erum svo rætt við þetta er eitthvað svona afl sem við erum ekki tilbúin fyrir og bara og líka hvað þetta tungumáli sem við notum fyrir allt þetta fólk sem er að koma er bara þetta lið bara mjög ógrandi og bara mjög ljótt að bara og það er bara ekkert sem gefur til kynna að við erum að taka þau með svona svo velkomna.
það bara eitthvað svona eins og óboðin gestur sem bara hér fyrir við getum boðið hér en samt sem það bara ég veit ekki, þetta svo við kunnum ekki á þetta en samt sem við svo lítið þjóð, við bara 300.000 manns og svo einmitt bara svona samfélag við gátum reyndar easily öfirlega gert þetta betur sko, við svo lítið og það svo fljótara að koma til verks við þessi lítið hópa fólki sem við getum stjórnað eða eitthvað en samt sem við að taka þetta erfiðara og eitthvað flóknara en þetta á að vera Þegar við erum að tala fátækt og svo innflytjendur og fólk að öðru litarhætti og öðru slíku þá náttúrulega Íslands samfélag svolítið að þróast hratt í það að það fátækt fólk, láglauna fólk sem oftast innflytjendur sem að vinna sko vestborguðu störfin svona jaðri, jáfnvel bara fyrir utan samfélagi. Þannig að svona stéttaskipting, þú veist, hún hefur bara aldrei verið meira á Íslandi. Þannig oftur svona góðsúlum að hér séu ekki stéttir, en það hafa alltaf verið stéttir hérna. Ég segi það stundu að því að innflytjendur fá ekki að kjósa. Og það stundu sagt svona hvað, ef maður hefði sagt við formann Dagsbrúnar 1960, að árið 2023 þið helmingur af félögum Dagsbrúnar sem Efling núna, sem hefði ekki kosningarétt. Hann bara ekki trúað því sko. Að við gætum einhvern veginn vist samfélag okkar út í þá stöðu að við verum með svona lágstéttir sem réttindalausar og sömuleyti sko fyrirlitnar og forsmáðar. Ég nefnir þetta því að við erum að tala sigrana að það aflið sem á móti líka sterkt. Sko. Það bara þannig að dögt fólk og fátækt fólk það bara því miður í samfélaginu þá ertu bara talin óæðri, það bara þannig og þú ert bæði, þá bara við blessi þig, við hjálpum þér þá bara, og sjá sko allar aðtöðasendunar að því að ég var svo ánægð þegar ég sá Dýrfinnu í að það var verið að fjalla þetta hann ég deildi á Facebook og svo sagði kommentin og ég sko þó þau beindist ekki að mér þá bara bugaðist ég við að lesa þessi komment og mér langaði svo að fara að svara allum en ég var bara eitthvað, ég geti þetta ekki af því að þetta bara sýnir fram á bara einhvern veginn hvað Ísland, þú veist allar þessar svona litblindu, eitthvað svona ég sé ekki lit, hún ekki bara listamaður, hún ekki bara að fá að komast áfram sem listamaður og einhvern veginn vera svona, þú veist hafna veruleikanum sem að brúnt fólk hefur verið að lýsa og að greina frá fordómum að það einhvern veginn engin tilbúin eða fáir tilbúinir til að hlusta á það og bara svona taka tillit til þess og bara já ok, upplifið þú þetta þannig einhvern veginn alltaf bara Reynda að drepa það bara í fyrsta sko. Drepa bara í fyrsta kommenti þannig að þessi umræða fari ekki í gang bara svona ég sé ekki lit, ég sé bara fólk en með því að hafna því að sjá þú veist upplifun brúnnar konu þá ertu í rauninni að hafna hennar upplifun af rasisma og segja bara eitthvað, þetta ekki til, segja hvítamanneskjan, ég hef vitað á þessu. Þannig að ég sé ekki lit, ég sé bara fólk, þýðir raunverulega, ef ég sé ekki lit, þá sé ég ekki fólk. Þá sér ekki vandan. Herðu, það miklu sigrar, löng barátta framöndan. Já, það það sko. Eitt í viðbót var þetta Breiðholt. Breiðholt svona þrungið hugtak. Og þegar Grafarvogur var byggður eða Grafarholtið, Breiðholtið var ennþá svona staðurinn sko. Það var ekkert því að þegar ég var í Vogunum og fluttum í Breiðholt, Vogarnir hafðu verið svona villingahverfið, þar áður eitthvað annað, svo var það Breiðholt, en Breiðholt voru haldið þessu. En ég held að Breiðholt sé að missa þetta. Nú hugtakið Ásbrú. Ásbrú. Það nála Keflavík? Já, einmitt. Já, ég hef búin að vera vöru við það. Já. Það eru flestir krakkar sem eru að fara inn á Bugl. Eru þaðan. Og þurfa aðstoð. Það segir svolítið mikið. Já. Þannig ég ætla að spá því ef mér endist aldur, að ég verði hérna eftir 20 ár, og þá verði ég að tala við ungar konu frá Ásbrú sem að hafa sigrað eitthvað og verið að berjast við fordómana og fátæktina. Nema við sigrum og fordómum. Ég meina að það væri náttúrulega bara best ef að við gætum bara öll fengi bara svona basic kjör, skiluru, og enginn þurft að upplega sára fátækt á Íslandi.
Það væri æðislegt að eftir 20 ár þá er það þannig. Og þið hafið reynsluna, þið ólust upp í fátækt og þið óskið ekki neinu barni, þó að þið séu með þessa reynslu, hún sé mikilvægur hluti af því hverju þið eru núna, að þið myndu ekki vilja koma að einhverju vöggu og gefa því barni fátæktina sem þið ólust upp. Nei, alls ekki sko. Nei. Og heldur ekki að einhver væri bara sjúklega ríkur út af það er heldur ekki gott fyrir neitt. Það er bara staðreyndin hins vegar svo að einhver kemur að þessum vöggum í dag og gefur einum fátækt og öðrum ríkidæmi. Herðu, Dýrfinna og Melanie og Sanna, kærar þakki fyrir að koma hérna að tala við mig Breiðholt sem er svo margt. Takk fyrir mig. Takk. Herðu, þetta er lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Hér á eftir verða sagðar fótboltasögur sem að snúast mest pólitík. Stefán Pálsson og Ólafur Bjarni Hákonarson segja okkur þær. Svo á morgun Rauðaborðið klukkan 8. Sjáumst þá.